Sælveriði og velkomin í kalda pottinn. Hérna á Gömluborg og sviðinu heima, en hjá mér staddur engin annan en Pálmi Gunnarsson, velkomin. Takk hérlega fyrir. Já, það þarf nú ekki að kynna því sérstaklega, við þekkjum þau öll einhvern veginn. Þú komum við sögu held ég bara hjá öllum misklingum. Já. Alla tíð, alla þína tíð. Já, ég held að allir ráðin hundleiðir á mig fyrir löngu síðan. Nei, það væri ekki að gera með það skemmtilega að fá. En þú snurðum byrjað að taka Jesú í hjartað, Jesúlagi. Já, Jesúlagi, mér líst ég það bara, veist, þetta leggst vel í mig. Já, þetta alveg toppurinn. Ég finn andan koma núna. Það ekki? Jú. Og gleðina. Alveg. Gleðina. Gaman að koma í þetta dásamlega gamla hús maður. Þetta er 93 ára gamalt hús. Þér var tjútað mikið. Sumir hefðu kannski farið bara með ítuna á þetta og rautt þessu niður. Það var pælingin, áður en það var gert upp. Já. En þú er ekki svo frægur að spila hér? Nei, ekki hérna. Bara í hinu húsinu. Ég bókaði hérna í fermingarvislum. Já. En þú ert austanmaður? Já. Uppruninn austanmaður? Já. Litur á malbyggið? Já. Og tónlistin hefur verið svona rauði þráðurinn í gegnum lífið eins og ég sagði á hann. Já, ég tók einhvern veginn, það svona skrítið sko, stundum tekur maður einhverja ákvarðanir það hvað maður vill vera þegar maður er stór og ég held að það hafi gerst hjá mér sko, mjög snemma, ég hafði svakalega gaman að tónlist og gætt spila, hafði þetta í mér að geta reyft puttana og spilað og var með þessa gáfu sem sumur er gefin og hérna, þannig að það kom ekkert annað til. Tókstu ákvörðun það eða bara gerðist þau? Nei, tók ákvörðun. Já, og bara haldið í sama jobbinu síðan? Já, með svona einhverjum pínlitlum svona undarskotum. Það hefur verið mjög stutt. Ekki unnið í fiski eða neitt? Nei, ég tekið svona erfiðum tími í þessum bransa, þá fór ég að gera eitthvað annað og ég var vandlinn setjanlega á Sólheim. Já, vel gert. Já, og elskaði hans stað og fólkið þar. Það var mikið upplifun að vera þar með þessu yndislega fólki. Það er frábær staður. Já. En svo er önnur hlíðaður sem við sjáum ekki nema svona við sem fylgjumst með þessu umhverfismálum. Það er stór faktor af þér. Það er umhverfis. Já. Pælingar og sem sagt vernd. Já. Það sést til þín rífast yfir þessu. Það sést tíminn í kröfugöngum. Ég á einhverju tímapunkti þá tekur þetta svona svolítið stóran part af lífið mínu. En svo áttaði ég á því reyndar í leiðin að ég er alveg upp við þetta. Þetta er svona í mér innlega frá því ég er smá strákur, bara alveg upp af einstæðri móður sem var með þetta element í sér að maður þetta ganga vel og taka bara það sem maður þurfti, aldrei að vera í einhverju svona sankaði sér. Ég dæmið það bara hjá henni var þegar ég var að koma eftir næturvaktirnar úr silungsveiði og hendi 20 fiskum í vaski hjá henni og þegar ég var búin að gera þetta 5-6 þá sá hún heldi mér alltaf svolítið gaman að hún skulle vera svona duglegur að koma í matinn svo endaði hún sagði getur ekki komið með aðeins minna næst og útskýrði svo fyrir mig við þurfum ekki á þess að halda við viljum ekki að maturinn skemmist og við erum búin að gefa hvort þér öllum í götunni fisk og ef við kemum meira þá verðum við bara sett út af sakramentinu svo hló hún æðislega þannig að hún svona kom þessari hugsun dálítið sterkt í skíla hjá mig strax að horfðu í kringu þig hvenær er nóg horfðu í kringu þig og farðu og njóttu þess sem þú hefur fyrir fram að þig og njóttu þess sem að náttúran og umhverfið er að gefa þér nákvæmlega þannig að þetta var svona eitthvað sem ég hugsaði kannski ekki mikið fyrir eftir að ég er orðinn fullorðinn maður En þetta eru kynslóðnar sem þurft að hafa fyrir lífinu Já, heldur betur og væri eðlilegast að hugsa þetta að safna nógu miklu til að lifa Já, og auðvitað voru náttúrulega safnara við höfum hákarlahjallana og við höfum þorskhjallana og fólk var alltaf að búa sér pínlítið í haginn en
Því ég hugsa tilbaka til Vopnafjarðar, þá var ekki rosalega mikið það sem maður myndi kalla bara pjúra græðgi hjá almennt fólki. Það var bara hardurlegt fólk að vinna á ofan í sig, koma börnunum á legg og hafa svona föt og mat handa öllum. Það var helst að maður segja það kannski einu með tveimur kaupfélagsstjórum og einhverjum svona svoleiðis gaurum. Mektarfólk. Já, það var svona liðið sem kannski var að gera eitthvað pínumdöðlis. En ekki þorri manna í dag og kvenna náttúrulega bara einhvern veginn að lifa mánaðamót til mánaðamóta, einhvern veginn svolítið bara að halda þessu rúllandi í óstabílu ástandi? Jú. Ég held að ég fari ekki að milli mála hérna, þetta er alveg gríðarlegt hark á stórum hluta Íslendinga í dag. Og ég ætla að horfa á þetta þannig núna sko, nú erum við eina ferðin enn komið eitthvað svona hrunikortunum og þá glymur alltaf þessi bjalla eða þessi rödd sem segir mann, jæja, nú komið þetta til hérna sko almúginn og líðurinn takið eitt skellin í viðbót. Niður með brækur. Nákvæmlega. Nú komið það einni ferðin í viðbót og mér finnst þetta að vera svolítið svona það sem ég hef upplifað á minni löngu ævi. Það hafa svona hálfskepplu gengið yfir okkur. Þetta rúllar alltaf svona 8-12 ára fresti, þá kemur dívan. Já, eitthvað svona vesen. Og þá er eins og sítt á einhvern automat sem stendur á nú skulum við láta ykkur taka það. Af því að við kunnum að láta ykkur taka það. Hrunið var svolítið ekstrím ástand. Það sem eignar upptaka fólks sko, er svo staðista bara í Íslands sögu. Er einhver ástæða til að ætla að það muni verið eitthvað öðruvísi næst þegar við þurfum að taka hennar skell? Ég var að lesa einhvers staðar að Landsbankinn skilaði með hagnað á fyrstu mánuðum ársins. Á sama tíma að hækka stýrivexti og segja okkur að þrengja hólina og bara gjöra svo vel og taka eina ferðin enn skalt þú sjáum þetta vinnur og þið, líðurinn, mjólkubeljurnar, við ætlum að láta ykkur sjá þetta. Og ég meina, bara lítið dæmi sko, ég veit bara á mínu heimili, við erum með einhver lán á einhverju húsi og svona, bara eðlilegt og allt, bara eins og á að vera, nema að á einhverju nokkru mánuði þá var bara afborganir búin að hækka fleiri 10.000 skilur á mánuði. Eina ferðin enn. Þú eru örugglega prófað þetta á. Já, nákvæmlega, eina ferðin enn. Þannig að ég held að sko, við erum náttúrulega bara ein af sko 1000, 2000 Íslendingar sem að standa frammi fyrir bara nákvæmlega sama hlutnum. Sumir náttúrulega kannski ennþá verð vegna þess að ég segi bara fólk sem er að reyna að harðfylgja að koma yfir sig húsnæði og hleypur inn á lánamarkaðinn og það er allt alveg bara já, komið leiðið börnunum og komið til mín. Þetta er ekki hægt lengur. Nei, þetta er orðið tóm helvítis kjara og það er... Hvað mun sjá þetta oft maður? Allt og oft, ég hef ekki töl á því. Stundum var maður kannski ekki mikið að pæla í þessu en vissi alltaf að því að það voru vandamálin þau hrönnuðust upp og þjóðin þurfti að taka á þeim. Ekki þeir sem áttu mesta peninga. Það var aldrei verið þannig. Aldrei. En það er krónuhagkerfi okkar svolítið byggt á því að krónan er venduð með belti og axlaböndum í verðtryggingasystem. Því fleiri krónu sem í öruggar ertu. Þess vegna ég er náttúrulega fylgjandi því að gangi í Evrópusambandið. Helst fyrir að dag. Erum við saman? Já. 100% sammála. Bara í gær. Ég skil ekki hvað óendanlega vitlaus að vera ekki búin að tryggja einhvern veginn bakarinn okkar betur með því að bara taka þátt í þessu stóra fína kerfi sko. Sem hefur fullt af göllum en gallarnir sem það hefur er ekki gallarnir sem við höfum. Skilur við. Það er bara ósköp einfalt mál. Og það er ekkit ástæðulaus að það eru ákveðnir fossar sem vil ekki sjá þetta. Það er ákveðin stjórnmálaöfl sem vil ekki sjá þetta. Einu sinni var Bjarni Benedík rétt, það var mjög áhugasamur að ganga í Evrópusambandið, svo fattaði allt í einu að þá kannski er svolítið erfitt fyrir hann og Eyjaklanið. Og þá bara þessu pólitíkar er náttúrulega bara vindhanna pólitík á Íslandi, þú veist.
Hefur þú fylgst alltaf með pólitík? Varstu pólitísku strax sem ungur maður? Já, ég var það, aldrei. Og þá... Það var að skoða allan fjandann. Ég meiri sér svo frægur að fara á landsfund Sjálfstæðisflokksins. Já, það var eftir. Það var náttúrulega bara helvítið gaman, sko. Helvítið mikil sjó. Mikil upplifun. Og fólkin. Já, og kastararnir upp á sviðið og... Já, bara skratti, athyglisvert að fá tækifæri til þess að fara í hljópan í Skarðið fyrir einhvern vin minn á Vopnafirði sem veiktist. Og þá var ég svona, vissi ekki alveg hvað ég ætti að kjósa svona, men þetta var fín svona pæling að skoða þetta. Hefur hangið með þeim? Nei. Þeir senda mér alltaf samt einhver helvítis bréf. Þú skráði ekki í flokki? Ég skráði maður sínum tíma. Mér sagt að fá maður aldrei að skráða sig úr hann. Er það ekki svo þess? Ég skráður í hann. Ég skráði mig í svo skráði ég mig náttúrulega þegar Vinstri græni kom fram við. Þá hélt ég að græna prógrami sem ég var búinn að bíða eftir alveg rosalega lengi. Þá það myndi raungerast í Vinstri grænum. Og Hvernig líður þið með það? Mér líður náttúrulega eins og hálfvita. Að hafa verið svona auðtrúa. Já. Það má ekki segja hálfviti, mér líður eins og að ég hafi verið dregin svolítið mikið á tálar. Ég hafði virkilega og djúpa trú á því að þarna verið að koma flokkur sem myndi virkilega einhenda sér í umhverfismál, passa upp á náttúruna okkar, passa upp á það að við færum ekki fram úr okkur í sambandi við bara, ef við tökum bara stóriðjumál og annað slíkt. En það var alveg gjörsamlega slegið, maður bara fekk einn á bara gúmorinn bara nokkrum dögum seinna bara láði. Það voru bara nokkri dagar. Já. Ég var mjög skotin í Katrínu Jak og mér fannst hún standa fyrir flott málefni. Svo fór hún í þetta stjórnarsamstarf. Og síðan get ég ekki hugsað mér að kjósa þetta. Nei. Bara sorry. Ég mun aldrei nokkuð tíma að gera það. Það er alveg klart mál. Þeir eru að taka þetta græna dæmi út úr og vera bara vinstri. En svo þeir ekki einu sinni vinstri. Nei, þeir eru langt í frá þau síðan vinstri. Hvar sérðu vinstri í vinstri grænum? Hvar sérðu grænt í vinstri grænum? Ekki neitt. Bara alls ekki. Bara alls ekki. En talandi svona þessi náttúruvernd og hvert við erum að fara og hvert heimur stefnir, við erum búin að hlusta á fréttir núna í 20 ár, þetta sé alltaf að fara til landskotans. Já. Á þessum 20 árum erum við búin að sjá heilu plasteyjurnar fljóta hér höfin og við erum að sjá ræktun á fiski sem að blandast inn í villta stofna. Bullið hættir einhvern veginn ekki. Nei. Það er einhvern veginn, við setjum alltaf meira bull ofan á bullið. Það er vegna þess að við höfum allar dyr, það er alltaf galopin og þegar þú nærð með einhverju harðfylgi að loka einum dýrónum, bulldýrónum, þá eru bara við hliðina á þeim eru bara aðra sem eru bara tilbúinir að opna. Og svolítið sérstaklega í ljósi þess að við erum búin að gangi í eitthvað svona tímabil, það voru fótanutækin og svo voru minkabúin sem átti að redda öllu og svo voru hænsnabúin sem átti að redda öllu. Refabúin, við fengið svona dellur sem hafa meira og minna farið allt á hausinn. Alltaf. Með ærnum kostnaði. Og nú það fiskurinn í sjávarkvíum. Og þetta allt meira og minna normenn sem eiga þessar kvíar og... Já. Þetta er náttúrulega, ég veit ekki hvað þessi bylgja er í tilraun við fiskeldi í opnum sjókvíum við Íslandsstrendur. Það er mjög langt síðan að við vorum byrjuðum að djöflast í svona andmælum gegn þessu. Það er ótrúlega langur tími, ég man ekki hvernig það var, sko. Þá var þetta, þetta er náttúrulega svo, við erum svolítið lukkurittara þjóð, sko. Við okkur finnst, það er æðislegt, sko. Við sjáum gróðan fyrir endan á göngunum, sko. Ég ætla að það drýpur smjör af hverju strái og ég ætla að vera rosa ríkur á því að ala lax í opnum sjókvíum. Og til þess að gera það þarf ég ekki nefna bara svona einhvern hring með neti og svo þarf ég að gefa og einhver seiði. Svo slátturum við og allir vera æðislega ríkir og flottir. Þetta er það sem að þetta byrjaði alltaf á. Þetta voru náttúrulega allir anskotans. Í öllum þessu bylgjum hefur þetta farið til fjandans.
Þessi síðasta bylgja núna, hún aftur á móti hefur innan gæsalappa gengið betur af þeirri einföldu ástæðu að það náttúrulega betri tækjaútbúnaður, en hún hefur samt sem áður ekki tannilega gengið betur því að það er ennþá að síkjast fiskar. Það er ennþá að drepast úr kulda fiskar í kvíum. Það er ennþá verið að moka hræjum upp í einhverja báta sem eru að sigla með drasli í land. Það er ennþá, við erum ennþá að fá sjá verisýningar. Og það var, því var logið að okkur bóstaflega þegar þetta byrjaði núna síðast, að þetta yrði alveg sjúkdómalaust. Við þurfum ekki að hafa neina ágjör. Það væri svo, það væri orðið svo flott, sko. Og allir, já, æðislegt. Allir voru bara, allt í opnast augun, já, gaman. En á sama tíma voru normenn að herða allar sína reglur af ullarbjakkinu kringum þetta. Já, og normenn sem eru með skítadreifin eftir sig út öll lönd, þau eru Chile, Kanada, Bandaríkin, út allt eru þessi risastóru norsku fyrirtæki, þau hafa á einhverjum tímapunkti átt að sjá því að við erum að fylla alla fyrir því hérna heima. Þetta er alltaf verið alveg gjörsamlega alveg galið, það stendur bara óþefurinn upp úr fjörðunum, þannig við erum að drífa okkur eitthvað annað. Og fara að trufla skipaleiðir? Já, og helst þurfum við að fara eitthvað þar sem að rauðarteipið er minna, þar sem að við búum við minn, einhverja, nú er löggjöfin orðið strangari heima fyrir og þá förum við eitthvað þar sem að löggjöfin er ekki jafn ströng. Það auðveldar okkur að gera þetta og koma sér í gagnið og við bara þurfum að borga pínlítið í mútur og við þurfum að ráða einhverja forseta Alþingis til þess að tala fyrir okkur og vera talsmenn okkar og það er auðveldara fyrir okkur að gera og hérna á Íslandi er náttúrulega alveg talandi dæmi það. Er þetta bara minkabúin all over again? Já, bara í alveg svakalega stóru umfangi. En fólkið upp á landi á þessum stöðum klappar fyrir þessu? Já, veistu, þegar að segja þá skil ég það að einhverju leyti, Það er verið að tala að það sé verið að brauðfæða og það sé verið að laga til og það eru fleiri vinnu. Já, og þetta er allt saman skiljulegt. En hvað verður síðan eftir af þessum peningum í þessum byggðarlögum? Og hvað sitja þessi byggðarlög uppi með þegar, með mínum huga er ekki spurningu hvenar, heldur þegar að norðmennirnir sýna okkur afturendan og sigla heim eftir að vera búin að mjólka það sem hægt er að tutla úr þessu og þeir eru ekki að sýna okkur ekki þá virðingu að þrífa einu sinni upp eftir sig. Það er bara þekkt dæmi. Eru leikreglurnar hérna svona, þekkir það? Er það svona frjálsar að bara Pétur og Páll getur sett upp sjókveldi þú ekki bara leyfi í einhverju stofnun? Já, til að byrja með var það þannig og það var þannig að ég gat bara, ef ég áttaði á því, shit, nú ætla ég að vera með, ég ætla að sækja alveg kvelli, að setja niður 20 kvíar þarna. Bara úlinn doffa á einhver stóra kortinu. Svo skrifaði ég bara rosalega hratt og örugglega umsókn á, það mátti þess alveg vera stílabókablað. Nokkurn veginn hnitinn þar sem þetta átti að vera og blónk. Leyfið komið. Já. Og það gerir svo í framhald af því. Þegar komið leyfið. Mikið af eins og sem ég kalla lukkurittara sem voru snöggir til á þessum tíma. Þeir fengu alveg leyfið bara mjög auðveldlega fyrir kúk og kanil. Ég hef heyrt það. Það er ekki spurning, þú getur leitað það uppi hvað sem er. Borguðu skítu ekkert fyrir þetta. En þeir aftur á móti, þegar þeir voru komið með leyfin í hendurnar, komið leyfi fyrir því að setja niður 10 kvíar hér, 6 kvíar hér, 5 kvíar hér, þá gátu þeir fara að manga með leifin. Já. Og það er náttúrulega margir af þessum strákum orðnir helvíti vel efnaðir á því að selja þessi leyfi dýrum dómum til þessara risafyrirtækja frá Noregi og eignast síðan alltaf stóran hlut jafnvel í fyrirtækjunum og annað eftir því. Mér skilst að sé einhver norskur gaur bara 30 sem á meiri partin af þessu dóti. Hann er kornungur, aðalerfingi stóra fyrirtækisins. Hann býr nú heldur bara meira minn alltaf í New York og er svona í fyrirsæti bransa. Duglegur strákur. Já, duglegur strákur. Ég ætla ekki einu sinni að rífast út í hann. Ég ætla ekki að rífast út í þessi norsku fyrirtæki. Þau eru bara svona, þau eru bara rosalega stór og rík og ófarskömmuð í öllu því sem þau taka sér fyrir hendur.
og sáu bara sangrar var útbreitt hér. En það sem ég velti fyrir mig, Pálmi, ég bara skil ekki þessu umræðu, ég reyndi að fylgjast með henni, en að dúndra niður sjókvíaeldi í einhverjum fjörðum, ekkert umhverfismat, nú það alveg vitað að firðirnir deyja hægt og rólega, þar sem sjókvíar eru settar niður. Já. Var það ekki issue í neina þessu mál? Jú, eftir að bylgjan fer í gang, þá fara menn, það oft þannig í svona málum að það byrjað að búa til reglunar eftir að þetta komið í gagni, Og ég held að megi segja það í þessu tilfelli að þá svolítið mikið verið að smíða einhvers konar eftir á reglugerðir. Og getur ímynda hvað það erfitt. Þú komið með 10 kvíar niður og allt það. En ég auðvitað náttúrulega betra sent en aldrei í sambandi svona reglugerð, en þetta hefur samt sem hafi verið ótrúlega skrítið og það hefur allt eftirlit hefur verið í djöfulsins mýflugum. Mast hefur skitið alveg ruglað upp á baki í þessu og þeir segja bara skýringin svo við höfum ekki mannskap og það alltaf verið að finna einhverja svoleiðis afsakanir fyrir hlutunum. Heldur þeim ekki geta lært af sjókvíaeldi í Kanada, í Chile, í Noregi, bara áður en að koma að þessu, sagt, ok, nú vil einhverju koma hinga og fara að ala lax í sjókvíum, opna sjókvíum. Nú ætlum við að byrja á því að kíkja á hvernig þetta annars staðar. Svo ætlum við að búa til reglugerð. Og svo ætlum við að gera þetta, þetta í réttri röð. Og kannski endur á því bara að segja, hei, þetta eitthvað sem borgar sig að gera. Förum með þetta upp á landfrekar, við eigum fullt af heitum sjó, við höfum alls konar lífsgæði sem við getum nýtt okkur í að hala þennan fisk við aðra aðstæður. Ég hef ekki mót við að hala lax. Ef einhver vil borða eldislax, þá bara vil ég það sé gert upp á landi, betra eftirlit, betri meðferð, miklu betri vara. Á hringrásar, nýting á vatni. Já, nákvæmlega. Meðan að hitt allt saman bara opið, sem maður myndir segja. Það opið, bara skíturinn fer bara beint í botninn, það búið að sýna fram og þetta bara drulla og þetta mengun af verstu gerð. Og drepur út frá sér. Mengar yfir í aðra fisktegundir og annars slíkt. Ég heyrði einhvers staðar að það þætti, þetta eru reyndar gamlar upplýsingar, einhver hvíslaði mér og sagði að það þykir örugg sjókví ef þú missir bara 10%. Já. 10% af skriljón fisk náttúrulega bara skeri stöð. Já, alveg rosalega. Fyrir hönd náttúrunnar segi þetta alveg hiklaust. Já, ef að sleppa út, ef það eru stóra sleppingar þá geta það numið öllum villta laxastofnum sem kemur hérna utan úr hafið og gengur hér í áttan okkar. Þannig að þetta rosalega skeri. Og það vitað blöndun og allt þetta, en ég vil fara með þetta bara á eitt stað. Ég segi bara þetta bara mengandi matvælaframleiðsla. Og ófrískum konum ráðlagt frá því að borða eldislax. Já, það komin alls konar upplýsingar. Plús það er verið að búa til fóðrið og þessa fiska og það er verið að eyða ómældum afla sem að tekin af villtum afla úr sjónum til þess að búti fóður fyrir laxinn, blanda þessu jafnvel með einhverjum ég veit ekki, kann ekki einu sinni hvernig blandan hvort það maís sem notið eða korn eða eitthvað og það þarf að ryðja náttúrulega alveg ótrúlega mikið af alls konar skógum og ökrum til að búa til maísinn og þetta djöfisins drast. Og ef við tökum bara maísinn einn og sér sem dæmi Monsanto batterið allt saman í kringum maísinn að þetta baneitrað og þetta í flestum matvælum í meðal eldhús á Íslandi þessi maís sem búið að nota Roundup og alls konar eiturefni að rækta það eitthvað bilað við Já, það náttúrulega bilað við þetta það verið að erum við ekki konur á þennan stað þar sem við segjum hvað tósar þetta allt saman áfram það áhugin fyrir því að græða alveg óbúslega mikla peninga það fólk sem hefur þann áhuga fyrst alveg síðasta
að græða ofboðslega mikið af peningum. No matter what. Skiptir ekki máli. Hvernig það gert. Ef það þarf að eitra, ef það þarf að setja lúsaeitur í laxinn, ef það þarf að sprauta hann með sýklalyfjum, ef það þarf að gera þetta, gera hitt, ef það þarf að ryðja eitt fótboltavöll af skógi í Brasilíu á 5 mínútna fresti undir maísframleiðslu, þá skiptir það engu máli. Vegna þess að við ætlum að græða svo mikið pening á þessu. Það snýst hagvöxt. Alltaf verið að tala alltaf, þegar þú vilt breiða út boðorðið eins og til dæmis með þetta laxeldi, þá þarf alltaf verið að sýna fram á hvað þetta sé mikið peningur sem græðist á þessu. Þessi hagfræðikúrfur sem alltaf verið að veifa framan í mann, að hagvöxturinn þarf að vera rétt með við núllið. Já. Og einhvers staðar svona blind spot í þessu. Því að móðir náttúra nýtur ekkert vafans í allar þessar umræður. Það aldrei tekið inn í móðir jörð fæðir okkur og klæðir, því allt sem til kemur frá mömmu. Móðir jörð. Allt saman. En gæðunum bara svo misskipt. Sem alveg sturlað. Því að móðir jörð segjum að við gerum hann og persónu gerum hann. Þá hún ekkert að segja þegar hún að afhenda okkur gæðin, heyrðu, við ætlum að skipta þess alveg jafnt á milli. Nei, hún setur engin skilyrði. Skilyrðin eru í rauninni hjá okkur sjálfum. Hvernig ætlum við að jafna út lífsgæðanum, hvernig ætlum við að fara með þessi lífsgæði. Og erum við ekki alveg sammálið það að okkur hefur tekist alveg hrapalega upp í að skelfilega. Að sinna því hlutverki okkar að skipta þessum gæðum rétt og fara vel með. En af hverju viljum við það ekki? En við veltum því bara upp sem hugmynd, af hverju svona erfitt að deila? Hvað það í mannskepnunni, einhver á skriljarða og 40% af heiminum sveltur við hungurmörk, að við erum ekki tilbúin að deila? Hvað það í egóin okkar sem að gera það verk? Ég vildi óska þessi vissi það. Ég var að lesa grein í blaði í dag, þar sem að fullorðinn maður á áttræðisaldri var með 2 mánuði í skuld. Já. Á leigufélagi með fatlaðan son í hjólastól og það var bara sýslumaður og löggan og þeim var greitt út. Hvað það, í alvöru? Þetta náttúrulega bara ómennska mínu áliti. En þessi ómennska verið skransera í okkur mannkyninu alveg endanlega. Já, ég meina ég var líka að horfa á eitthvað fólk niður í einhverju ólistustu íbúð í kjallara sem ég nokkuð tíma séð, sem einhverjum erlendu fólki sem var að koma í skjól til okkar og tróðið hún í húsnæði sem engum manni bjóðandi og algjörlega kolólaleg. Og þannig að við sjáum þetta í hnotskurn á hverjum einasta degi að það eitthvað þarna úti af fólki sem að virðist á einhverjum tímapunkti virðist vera bara losa sig við mennskuna. Það bara kúpla sig frá. Það bara fer í burti frá þessu. Mér alveg sama þá að sé einhver gaur frá með fjölskyldarnir sem frá Venezuela. Ég fæ 170 kall fyrir þetta helviti strall sem ég að bjóða honum upp á, af því að hann hefur ekki önnur hús að venda. Og mér alveg sama. Ég vil bara fá þennan pening. Ég veit, hvaða hugsun þetta ég hef ekki hugmyndum því að hún svo einhvern fjarlag mér sjálfum, Ég hugsa til þess, ok, ef ég hefði fæðist ríkur, segjum ég hefði fæðist bara með silfurskeið í kjafti, þá hryllir mér stundum við þessari tilhugsun vegna þess að ég hugsa með mér, er manneskjan bara þannig að ef hún sett í einhverja ákveðna stöðu, þá mótar þessi staða þá karakterinn forever og gerir þið að einhverju. Já. Ég held að við gerum þetta, við setjum okkur í gókunarröð, hver á rétt á hverju og hver á meiri rétt en aðrir. Og peningar the ultimate power. Já, algjörlega. Bara, því meira sem við átt, þú færði vel virðing og klapp á samfélagin fyrir hvað átt ríkur. Því miður. Hvað átt mikið. Já. Og þetta ekki bara sjálfsagt. Einn og einn að sjá að sig, það er náttúrulega búið að bölva Bill Gates og öllu því klani. Það var út í ystumirkur af því að hann var svo opbáslega ríkur á því að Svo hann njósnum okkur líka? Svo hann njósnum, já, það er rétt. Hann vill hann ekki setti í COVID-efnið? Já, vildi hann ekki var ekki agenda hjá honum að minnka fjölda íbúa jarðarinnar 2 milljarða eða 3?
Það segir sagan. Já, sagan segir. Sagan segir. Mér veist þetta, en sko ég tek hatt minn og sko, mér andskota sama þegar uppistæði hvaða gott kemur. Ef það einhver alveg óhóflega ríkur maður, sem bara, hann svo ríkur, hann bara sefur bara á penningahrúgunni. Ef hann segir allt í einu, heyrðu, þetta gengur ekki, ég hef ekkert þetta að gera, ég ætla að gefa þetta ég ætla að búa til stóran sjóð og sjóðurinn hann fer í það að hjálpa fólkinu í Afríkulöndunum þar sem bara bústar ekki til vatn, það ekki til matur, það ekki til lyf, það ekki neitt. Þá segi ég bara fínt. Tek undir. Tek hattinn á fyrir honum. Það búið að bölsótast alltaf mikið út í nýjasta vin okkar Íslendinga sem Ratcliffe. Já, jarðareigandir. Já, og búinn að, og náttúrulega sko alveg forríkur, Bretti, einn af þeim ríkustu í heimi. Hann að hamast við það að reyna að gera eitthvað skemmtilegt fyrir austan og hefur gert samfélaginu ágætt að því litið til að það er búið að vera fullt að gera og svona innspýting inn í samfélagið og hann að vakta laxastofna og með alls konar tækni flottheitum sko, gegnum gerfinhetti og svona, með litla rannsóknarstofu þeim og opna fyrir sem að vinnur að því að fylgja þessu eftir og allar hefur sagt að hann ætlar að leggja sitt að mörkum til þess að reyna að bjarga Atlantshafslaxinu. En segir reyndar, mér fannst það svolítið fyndið, sagði reyndar í einhverju viðtölum daginn, en ég ekki viss mér takist það. Já, ok. Já, þannig að út af veldinu þá. Já, bara út af líka bara ástandinu á þessu stofnum. Atlantshafslaxinn, norðurlega Atlantshafslaxinn, hann var fyrir löngu síðan þá var hann búinn að deklæna 40 og eitthvað %, sko. Okay. Já, sem rosalegt. Ekki að skila sér í fjárna. En þarna allavega kemur maður sem tilbúin til að leggja eitthvað mörkum og eyðir fullt af sínum peningum í það. Þá koma náttúrulega samsærisrarnar að segja að það hlýtur að vera eitthvað svona annað svona. Það eitthvað agenda. Já, eitthvað sem maður þurfum að vara. Ég ekki jafnhræddur það sko, en ég bara fagna þessu. Hann hamast við að gera það sem hann virkilega langar til að gera og eyðir sínum pening í það. Trúir hún? Alveg fullkomlega. Ok. Ég hef enga ástæðu til þess að rengja mann. Nei. En þegar ef hann bendi mér á það einhvern tímann á þessum ferli að þetta sé að ég hefði átt að trúa einhver öðru, þá var ég alveg tilbúin til þess að geta bráni mig og gera það eitthvað í því. En argumentið sem ég hafði heyrt hann sko ekki hann per se heldur ef nógu ríkur einstaklingur raða sér einhvers þar sest hér að og kaupi næstu jörð, hann getur keypt sig allar hringin ef hann nógu mikið af peningum. Já. Veist, það argumentið sem ég hef heyrt þetta. Hann á einhverjar 7 jarðir. Já, það náttúrulega margir sem eiga 7 jarðir á Íslandi sko. Já, en hann ekki Íslendingur. Nei, hann ekki Íslendingur. Gleymum því ekki. Þetta helvítis útlendingur. Og hann ríkur ríkir, hann á þóttu og hann sko okkur ekki vel við þetta. Ég meina, í fyrir hrun sko, í bólgunni þá náttúrulega átti eitt fyrirtæki sem hét Lífsal, þeir voru ábyggilega 80 eða 90 jarðir. Ok. Og það voru Íslendingar sko á baku það var ekkert útlendingahyski sem var starfaferðinni sko. Ég veit alveg hvað það tala en málið það, núna voru settar hömlur í tíð Kötu, þá var sett hömlur á hvað mætti kaupa margar jarðir og væri þess að útlendingur. Og það var ekkert mál, ég heyrði bara frá Ratcliffe, hann sagði ok, ég var ekki að gera þetta ég mátti þetta, lögin leyfði mér þetta. Núna leyfa lögin mér ekki að kaupa fleira jarðir, svo býð, ekkert vandamál. Algjörlega. Þannig hann var ekki einu sinni, það má ekki, ég segi stundum það má ekki negla sko einhverja svona kriminal plötu og ennið á fólki ef það að fylgja lögum og reglu og hann með þennan áhuga að gera þennan hlut áður en hann gesp á gólfinu, þetta orðið aldraður maður og ég segi bara gott vel, ég vildi óska þess að bara fullt af liðinu sem að innan gæsalappa á alveg allan peningin heimur myndi fengi bara svona lætning í hausinn bara yfir eina nótt allir og það kæmi bara og niðurstaðan væri svo við þurfum að gefa tilbaka
95% af öllum eigunum okkar til góðra mála. Ekki ofsalega var það skemmtilegt. Einhverjir hafa gert það, en stærsti hluti gerir þetta ekki. Nei. Og það finnst mér vera kannski svona svolítið, það er svolítið svona ógnvekjandi pæling, sko. Er þetta ekki svolítið bara egoð okkar? Jú. Máti á þetta? Manstu eftir það fyndnast að ég sé í þessum efnum var í COVID-pakkanum. Þegar allir voru bara með grímurnar og alveg svoleiðis hlaupandi út allt að drepast af hræðslu yfir að ef þú fengir þetta þá myndir gespa gólinu daginn eftir svona. Stórhættulegur andskotans kvilli sem að dunda á okkur. Þá sá ég á einhverju Instagram-færslu. Það voru börn ákveðna ríkra manna. Það bara það síða sem eru bara the rich and famous. Bara samfélagsmiðl? Já. Hún er til, hún er alveg geggjuð. Ég fyrst undir minna bara til þess að fá mér alveg rækileg kláturskast. En það voru bara krakkarnir, þau voru bara að sigla í Kyrrahafinu eða einhvers staðar í Karabíska hafi á snekkjónu sínum og skútunum og með jarðarberin og bara vona eitthvað gangi vel í COVID-19. Þetta er svona forréttinda. Engin gríma þar. Engin samkennd. Bara en samt fannst mér þetta eitthvað krúttlegt. Það var einhver stelpa sem var þarna ofsalega flott, dóttir einhvers ríka mannsins. Hún sagði, ég ætla að vona eitthvað gangi vel í COVID-19. Hún hafði þá sendt okkur hlýjar hugsanir, sko. En aftur að jarðareigandan, það sem ég nú, og við erum búin að stabilið þeirra strax í upphafi þáttar, við erum Evrópusinnar. Já. Og ég mjög hlynntur því að við verðum bara fjölþjóða samfélag og gamli málbúinn, skilur, ég veit að tungumál okkar er hverfandi. Það er spurningu tíma hvernig við tölum eitthvað annað tungumál. Það er allir líka sammála því að þú veist að það að við blöndum, tungan okkar blandist einhverju öðru, það er bara sign of the times. Það bara gerist, tungumál þróast og breytast. En ég er alveg þar, sko. En það er mér er alveg saman hvort það sé englendingur eða whoever sem kaupir sér jörð á Íslandi. Veist, það er bara þannig, alveg eins og mér langar alveg geta að fara til Danmark og geta með búkar þar og hafa frelsi til þess. Ég má fara til Ítalíu og kaupa mér ofsalega fallega jörð upp í Toskana. Það er enginn sem segir nei við því. En þú ert með eitthvað fjörð í huga. Ég veit að það er, þú sagði mér áðan að það verði grein sem byði á. Já, ég er Vopnfirðingur og Seyðfirðingur. Má vera tvenn? Móðurætti mín kemur frá Seyðisfirði og föðurætti frá Vopnfirði. Þannig að ég á frændur og frængur á Seyðisfirði og við erum alltaf óskaplega hlýtt til Seyðisfjarðar og það er náttúrulega stór og mikið saga bara sem er á bakvið móðurættina minni þar. Fallegur bær Seyðisfjörður. Ofsalega fallegur. Og ég sko, leiðu nefni Seyðisfjörð þá mann ég bara eftir því. Ég sé fyrir að brosa bara alltaf. Já, því nefni Seyðisfjörð þá mann ég bara eftir því kom að 13 ára gamall, 12 ára gamall, ég heimsótti systir minna heitinnar, sem bjóðar. Og þá var ég búinn að eignast fyrsta gítarinn og þá var Gylfi Gunnars og Ingólfur Steins, strákarnir þarna, sonur skólastjórans og þá lappaði ég beint inn í svona hóp og tekin inn í svona heila gral í samband við að spila, sko. Og ég sá daginn gamla mynda okkur úr gamla skólanum á Seyðisfirði, þar sem við vorum ofsalega flotti, sko. 12-13 ára gamlir með nýja gítara og alveg geggjað. Þannig að fjörðurinn tók vel á móti mér og ég á alveg ofsalega að mörguleiti sterkar rætur þarna. Nýbúinn að fara á og skoða staðinn þar sem afi fórst með systur minna mömmu og svona rifja þess að sögu upp og dóttir mín tók svolítið af myndefni og svona við erum að pæla í hvað við gerum þetta. En sko, nú á að tróða hverju? Stórlúðeldi. Krókódílaeldi. Það var prófað á Húsavík. Ok? Nei, í alvöru var það prófað. Já, ég held það. Krókódílaeldi? Já, það var bara að pæla í krókódílaskinni fyrir skó. Jesús. En það gekk ekki alveg upp. Ef ég maður rétt, það fór fljótt. Það er þessi laxeldi sem við erum að tala um. Já, nú erum við að tala um sjókvíaeldi í opnu sjókvíum frá fyrirtæki sem heitir
eitthvað austur, eitthvað. Fiskeldi Austurlands. Fiskeldi Austurlands. Og þar, Seyðfirðingar vil ekki sjá þetta. Nei. Og sýna fram á það með öllum rökum að þetta sé vitleysa og lögleysa í rauninni. Og 75% íbúa Seyðisfjarðar eru búin að skrifa undir yfirlýsingu og þeir vil ekki sjá þetta. Það var samt að keyra þetta í gegn. Og samt að keyra þetta í gegn? Já. Það á að reyna með öllu tiltækur á þeim að tróða sér niður og það er ósköp einfaldlega þeirri ástæðu að íslenskir meðeigendur Norðmanna sem eiga stóran hluti í þessu dóti, þeir munu hagnast bara við hvern fjörð sem þeir geta tróðið svona sjókvíum onni. Er þetta bara Excel-skjali sem ræður þessu? Já, mér finnst það sko. En ef 75% af fjarðarbúum neita þessu, það er ekki að fara í svona einhverja grendar og eitthvað? Þetta er búin að fara í gegnum alveg fullt svoleiðis og Ég þarf að gera til að fá bílskurð. Skipulagsstofnun held ég búin að, annarkvæmt skipulagsstofnun eða umhverfisstofnun búin að mæla gegn þessu en Múlaþing er svona á því að þetta er að fá að fara í gegn á samt svona þessum grósserum sem að standa í þessu þarna fyrir austan sko. Nýjasta nýtt að líka ekki á Vestmannum er búin að kaupa eitthvað hluti í þessu fyrirtæki og þú veist, þeir sjá bara, sko leið þú getur sett niður 10 kvíar í þessum firði, 10 kvíar í þessum firði, 10 kvíar í þessum firði, þá bara kauphöllin í Noregi, hún bara, úps, æðislegt stuð. Ég á 30 milljónir í þessu, segjum það. Þá bara eftir svona gjörning, þá er ég bara alltaf kannski komið bara með milljarð í hagnað. Verðmæti mitt í pakkanum er kannski komið eitthvað álíka vitlaust. Og það er látið ráða út? Það er látið ráða, það er ekki náttúruverndarsjónarmiðin sem að ráða ríkjum. Því miður þau ráða aldrei. Nei, sem er galið, sem er svo galið að hagnaðardrifið er alltaf yfirskriftin. En svo horfum við á móður jörð og hún er ekki einu sinni látið njóta vafa. Nei. Hún er marklaus í þessar umræðu. Ekki. Ég næði þessu. Nei, ég næði þessu ekki heldur. Mér finnst þetta bara ljótur leikur. Mér finnst þetta bara ljótur leikur. Ég segi það bara svo. Það er líka verið að leika með fólk. Vegna þess að partur af svona dóti sem er hellt yfir. Við höfum það bara tökum nærliggjandi nærtækt dæmi er Kárahnjúkavirkjunar vesenið sem var átt alveg stórkostleg vitleysa á öllum levelum. Þeir kunna þessa taktík og þeir eru að nota sama í fiskeldinu. Það er að segja, þeir kunna etja fólki saman. Það er pólitíski leikurinn. Já, það er bara etja fólki saman. Já, bræður munum berjast. Frendur og frængur talast ekki við. Vegna þess að það er búið að ná tökum á því það er búið að ná tökum á fólki. Það er búið að tróða inn að það öll framtíðs standi og falli með því að byggja reisastórt álver og reisastóra virkjun eða setja niður 30-40 kvíar í 4-5 fjörðum. Bara lífið það bara, það er átt að styrta þig niður bara og eyða þér bara ef að þú segir ekki já þessu. Eða þú ert allavega algjörlega marklaus. Þú mjög vondum málum ef þetta gengur ekki gegn. Og ef við tökum dæmi bara fiskeldið, svo fyrir nú það. Einn af höfðingjum þingsins, skilur við. Hann hleypur bara út þegar hann er búinn með jobbið sitt. Einar K. Einar K. Guðfinnsson, hann er bara búið fyrir lungar ráðan í þetta starf. Hann situr samt á þinginu og er að hamra réttlæti til hægri og vinstri, skilur við. Og lobbymennskan í þessum pakka hún er svo gegndarlaus og hún er svo kriminal fyrst mér á köflum að ég bara fatta ekki. Ég næði þessu ekki. Nei. En þá komum við aftur að pólitíkinni. Einhvers staðar erum við ekki með skýra leikreglur í þessu. Ekki erum við með leikreglur þar sem að móður jörði láti njóta vafans. Þannig að þetta er þá pólitískt. Það setja 63 einstaklingar sem ráðar umverulega landinu
í ákvörðunartöku. Já, það lýðveldið í hnotskurn. Og einhvers staðar, þó kannski flestir þingmenn viti að þessi bull, en það þetta samt látið slæta í einhverju hrossakaupum. Það skeriparturinn í þessu. Mér finnst það mjög leiðilegt. Við erum bara með stutt hérna frá okkur, bara tilvonandi Hvammsvirkjun, sem gott dæmi það hvernig svona hlutir einhvern veginn raungerast. En nota bene hefur tekið eftir því að sami leikur byrjaður alveg upp á nýtt eins og með sjókvíaeldið. Það búið að taka fókusin af sjókvíaeldinu og færa hann yfir á vindmyllur. Þannig við tölum ekki sjókvíaeldi lengur, heldur ég vil ekki vindmyllur í minn hrepp. Já, ég veit það. Þannig sama bullið þar. Lobbymennska, fundahöld og samþykki. Þannig að við endurtökum okkur bara. Sko ég man alveg eftir því þegar að góðu kunningi minn Steingrímur heitinn Einarsson setti vindmylda í Þykkvabæ og var með ákveðnar hugmyndir það að gera þetta svona skikkanlegt, ekki vera með margar en náði svolítið rafmagn og þá var engin annar að pæla í þessu. Svo fer það náttúrulega eins og það fór en sko það var ekki fyrr búin að fara eins og það fór þegar ég fór allt í að heyra byrju, vá, nei, trúi sig ekki. Það var bara komin tillaga garð hér og ef þú horfir á Íslandskorti núna, það bara skrautleg, bara millur út af. Það millurgarðar út af vallatrissur. Hvað þetta eiginlega? Og mér finnst, sko, ég skil rökin að við þurfum ákveðin efni eins og ál í eitthvað. En ég þoli það ekki þegar sko nota gegn mér í umræðinni. Viltu frekar álið sér framleitt í Kína með meiri mengun heldur að hafa það hér. 80% okkar raforku fyrir stóriðju. Talandi Bakka. Sama berist það. Ég meina við vorum þetta spjallaðum á hann hérna við kaffibolla. Ég var einhvern tímann að ólatast í Kötu. Og Vinstri grænum fyrir þetta Bakkabull og að þau skildu samþykkja, það skildi fljúga í gegn. Steini Reiði var maðurinn í því. Það var bara herra Vinstri græn. Bara sjálfur græningin stóri, með þessi stóri græni. Rauðbirkni græningin. Já, hægri, nei vinstri, fyrir ekki. En alltaf þá var svarið sem ég fékk og ég held á það bara með þessi einhvers stað bara niður skrá vegna mér fannst það svo merkilegt. Hefðirðu frekar vilja fá álver? Já, hvort vildur vera kildur í magan eða í augun? Já. Veldu. Hefðirðu frekar vilja fá álver? Semst minna collateral damage ef þú ferði yfir í Bakkasótið. Það aðeins minni útblástur og eitthvað, skilur við, hefðirðu frekar vilja fá álið. Svarið mitt var sko einfalt. Ég vildi ekki frekar frá álið, ég vildi ekki fá neitt. Nákvæmlega. Fallegasti stað, bara þessi bær og þetta bæjarstæði og svæði sem að Bakki stendur á. Ég keyri næstum út af því ég fer fram hjá þessi verksmiðju í dag. Þegar mér finnst hún svo hræðileg. Á þessum ótrúlega fallega stað. Bær sem að byggja allt sitt upp á því að bjóða gestum alls staðar úr heiminum til að koma og njóta þess að vera þarna, fara í hvalaskoðun, skoða umhverfið. Og svo skjótu við hvalinn hinum yfir landið. Já, nákvæmlega. En sko, það er einhver rosaleg vitleysa við þetta og þetta kannski þetta ekki bara pólitíkin? Viltu frekar fá álver? Þetta galið svar í sjálfum sér. Viltu frekar, Seyðfirðingar, hvað sagði einhvern daginn þegar í umræðinu Seyðisfjörð? Já, það nú 15 störf sem koma í Seyðisfjörð ef við setjum þetta niður. 15 störf? Já. Viltu frekar fá? 15 atvinnuleysa? Viltu frekar vera með 15 atvinnuleysa? Það ekkert atvinnuleysa. Það ekkert atvinnuleysa á Seyðisfirði. Og þeir voru að tala um að vera atvinnuleysi fyrir vestan. Það var ekki danskotans atvinnuleysi fyrir vestan. Það bara sýna fram á það í alveg endalaust í alls konar gröfum að það hefur ekki, sko, það var ekki orðin engar súperbreytingar við það að litli tísku kóngurinn í Noregi skuli hafa sendt hersveitina sinni enga til þess að
grafa eftir gulli. Leikreglur voru svo frjálslegar, þannig að auðvitað koma þeir. Sjálfsögðu. Það bara gerist þannig. Og þeir líka, leið og þeir sjá að það ekkert vit í þessu, það fara þeir líka. Og ég efast að þeir nenni að vera að taka þess að kvíja upp nokkuð. Við spyrjum að leikslokum með þetta og ég veit það að því bróðir minn fiskidoktor í svona laxeldi, svo býr í Noregi og það dælt í þetta fúkalyfjum og ég veit ekki hverju og einustu þetta baneitra fæði og við erum að búa það til. Hefur ekki alveg nóg með maísinn sem búið að setja Roundup og allt rastlið og við erum að borða það. En hvað hættir vitleysan? Og ég held staðreyndin svo, ef við að vera rosalega svartsýnir á fólk smá jesúlagi. Ég held að það þarf eitthvað alveg ofboðslega mikið að gerast til þess að þessi þróun hægi á sér og ég tala nokkið að hún stoppi. Það verður að vera hagvöxtur. Já, en hvenær, ég veit það. Af hverju höfum við þetta bara ekki eins og í Bútan, þar sem þeir mæla þeir eru með mælieiningu í sambandi við þjóðarhag sem verk hamingju þeir mæla þjóðarframleiðslu í hamingju. Þetta er svo skemmtilega klikka Já, skemmtilega frábært líka. Já, æðislegt og virkar á einhverjum levelum og þeir eru náttúrulega það er þetta litla ríki, það er að mörgleiti mjög skemmtilegt og eina ríkið í heiminu sem skilar koltvísýringunum, þeir eru með mínus upp á fleiri milljón tonn held ég bara. Já. Af því að þeir bara eru ekkert að menga og þeir eru ekki að höggva skóga og þeir eru bara skil alveg haug tilbaka. Já, það er að vera hringrás. Já. Það verður að vera hringrás. En það er líka vegna þess að þeir kannski haga sér svolítið öðruvís heldur en við erum ekki beinleiðis að við eyðum, við þurfum að eyða svolítið miklu, við þurfum að vera svolítið duglegir við að láta illa. Sóum alveg brjálæðislega miklu. Já, við erum mjög ofarlega á listanum yfir supuskap Íslendingar. Já. Hvernig við höfum okkur og hvernig við mengum og allt það. Miðað við hausafjölda, já. Já, og við einhvern veginn erum ekki að taka það borð. Við einhvern veginn trúum því að það sé bara allt í gúti og það reddist. Já. En það ekki raunin. Ég svolítið sammála Gretu þannig í Svíþjóð. Hvernig dirfist ykkur? Af hverju leyfum við ruglinu halda áfram. Aftur og aftur. Og bara common sense ekkert common. Nei. Það einhvern veginn vantar eitthvað inn í þetta. Það vantar náttúrulega bara fyrst og fremst stopparan. Það ekki bara að finna hann. Hann bara ekki til staðar. Stopparinn ekki til staðar. Það dugar ekki að Greta og fleiri sem eru að vinna gegn umhverfismálum, loftslagsmálum og öðru slíku. Það dugar bara virðist ekki. Það ekki stopparinn. Við þurfum eitthvað miklu víðtækara samstarf og miklu víðtækari skilning á því hver staðan okkar er. Og mér fannst alveg æðislegt, ég sá einhvern Sigurður sonur minn, hann sýndi mér það voru breska þinginu, það var einhver sem var að tala loftslagsmálin og einhver gaur sem kom þar í einhvern svona fyrirspurnum tíma og hann sagði hvernig dettur ykkur í hug að fólkið á Indlandi hvernig dettur ykkur í hug að fara að ræða loftslagsmál við þau það þýðir ekki neitt þau hafa allt annar sem að þau þurfa að pæla í eða hvort það drasl í Ganges eða hvort það hent draslinu hér eða hvort allt mengað og allt í klessu. Ég meina hvítumaður sem syndir í Ganges hann má þakka fyrir að komast lifandi upp úr Ganges. Nákvæmlega. Skilurðu? Svo menguð. Já, ég meina en að rædda þetta við Indverja og þeir segja bara hei, hver þú? Hvað er þetta að tala? Gefðu mér að éta helvíti. Sjáðu til þess að ég hafi þakka yfir hausinn, sjáðu til þess að ég geti boðið dóttur minni og syni upp á læknisþjónustu. Þá skulum við fara að tala saman. Og hann benti mitt á það og mér fannst það svo frábært þegar ég fór og skoðaði það þess að einhver stærsti þjóðhöfðingi heims í dag sem sá sem að núna stýr í Kína. Ég meina hann kemur úr örbirgð og fátækt og ég meina Kína var einu sinni bara þjóðfélag þar sem fólk svalt í og þessi hungurdauði og djöfn og svipa eins og í Norður-Kóreu í dag.
það sem að fólk bara að drepast alveg í sko 100.000 tali úr að þetta á ekki kjaftin á sér. Sko, ætlar að fara að ræða við þennan gæja sem kemur svona bakkurinn og segja honum að hann eigi bara að hætta bara þessu og hinu, bara til þess að Kyoto-sáttmálinn, þetta gengur nefnilega ekki svona fyrir sig og við munum aldrei ná þessum markmiðum öðruvísi heldur en að verði byrjað á því að fara í sjálfan grunninn að vesinn. Já. Það mitt álit. Það falleg hugsun að fara til París og Parísarsáttmálinn og allt þetta rosalega falleg hugsun og einhvers staðar verðum að vekja athygli á svo, við verðum að halda þessar umræðu opinni en lausnin hún felst samt ekki í einhverjum undirskriftum. Þú tekur ekkert að þessu heim eða þú ert að berjast fyrir lífið. Nei. Það bara tómtmál að tala Gleymdu því. Præmalið ræður ríkjum, þá ekkert annað að koma af stað. Hvað myndi ég gera ef ég væri sem bara að dauða komin? Já, þú myndir drepa mig og tæknimannin okkar með það samme og ræna okkur. Þetta það sem við gerum, dýrið í okkur. Þess að segja þetta, erum við þá ekki komin á þennan dásamlega stað, eða ekki dásamlega, að þetta snýst allt það hvað við skiptum gæðunum sem að títtnefnd móðir jörð færir okkur upp í hendurnar. Hvað við skiptum þeim óhuggulega illa milli okkar. Það stóri partur. En ég velti fyrir mér, þegar COVID kom og allt sem fylgdi í kjölfar COVID, þá allt í einu virkaði maskínan allan heim. Það voru allir konum með grímur, einangrun, útgöngubönn og ég veit ekki hvað af því það ógnaði præmalinn okkar að semst lifa af. Já. En á sama tíma horfum við á kúrfur sem segir það að barnabörnin okkar hafa það ekki gott á þessari jörð. Við sleppum við reyndugarnir. Já, gamlu. Við svona nokkurn veginn sleppum í gröfuna á þess að við sem skíðlogandi. En þetta lítur ekkert vel út fyrir barnabörnin. Bara alls ekki. En af hverju gátum við gert þetta með COVID þegar ógnaði heimsbyggðinni? En við getum ekki gert þetta að snýra móðu jörð. Það vegna þess að sko ógnin ekki jafn áþreifanleg. Sko, ég var myndið ekkert fyrir löngu síðan þá ég ber mikla virðingu fyrir Attenborough-kallinu sem búin að vera virkilega að reyna að moka í okkur myndum af því hvað á niðurleið og stanslaust að tala til okkar og finnst þessi gæi alveg æðislegur. En leiðu búið að slökkva á honum í sjónvarpinu. Þá bara smellir kókt allir niður og hendir henni svo út í móa. Það verður í hvalkjöt í frystin. Ég meina það bara ósköp einfalt mál. Það ógnin ekki nógu. Nei. Hún ekki nógu einhvern veginn áþreifanleg en hún var það í COVID-inu. Það bara var, ég meina við vorum döðadæmd. Já, við vorum bara skítrættum að ef við yrðum verulega veika þá myndum við ekki lifa það. Já. Þess vorum við tilkippilegir til þess að taka þessari alheims umhyggju. Ef við kallaðum það. Og við höfum þessi alheims umhyggja, hún ekki til staðar í heiminum í dag af því að við erum ekki að sjá nógu vel fólki okkar sem hefur það sem þess. Já, en sko við sjáum það ekki kannski hjá okkur á Íslandi en það sem sagt í Norður Afríku og annars staðar þurrkar og fólk að flýja stríðsbröltið allt saman, allt sem að gera milljónir manna, ég veit það metfjöldi af fólks á flótta í heiminum í dag og við spáum ekki í þetta. Nei. Við heldur saminust í því að okkur illa útlendingar. Já, okkur illa útlendingar. Helvítis útlendingar, já. Það allt frá okkur. Já. Þetta málbúin í okkur, sko. Já. Og þetta málbúin og svo líka alveg á þessu, svolítið. Já. Það ákveðin aðilar sem að hafa bara helvítis mikla hagsmuna gæta á því að ala á þessum 8 og ná sér í ákveðin prik út af það ala á þessum 8 og koma sér inn á þing. Já, koma sér inn á þing og hanga inn á þingi kannski út af þetta og svona. Þannig að þú veist að það ekki verið sko, það ekki endilega verið að sko hugsa þetta til enda. Það kemur alltaf upp einhver svona einhver þessi skrýtna hugsun. Við eigum ekki að vera endilega góð við alla. Nei. Ég meina ég ætla að vera góð ömmu
En Múhameð, hann hérna frá Alsír, sem býr í næsta húsi, og kona með sleiðu og... Hver hleypur svo hjáttinn í landið? Já, skilur við. Ég ekki að segja þetta sé kannski svona... Við tökum ykt útgáfuna. Já, við tökum ykt útgáfuna þessu. Ég meina, ég ekki að segja að það ekki að vera reglur og það ekki að hafa þetta í skynsamlegum farvegi, það er bara nauðsynlegt. En ástæðan fyrir þetta svona djöfulli glatað það er aldrei byrja á réttum enda, frekar en í sjókvíaeldinu. Það er alltaf verið að búa til einhvers konar reglur eða einhvers konar system eftir að það búið að gera hluti. Já, eftir á reglur. Og það stýrir ekki góðri lukku, sko. Mér finnst það eiginlega bara hálfdapulegt. Mér finnst hálfdapulegt að við skulum vera stödd þarna, sko. Já. Ég verð dapur að tala þetta og því ég hugsa það að ég er komin á 70-aldur. Það er svona helviti gamall. Já, ég er mjög gamall. En það sést ekki. Skálið fyrir því. Skálið fyrir því. Ég var nokkuð að ræða hvað ég er gamall. Nei. Það mínum aldrei. Er það að maður er búin að horfa á íslenskt hagkerfi, fara hringa til hring, í óðaverðbólgu, í alls konar. Ég veit að við fengum Marshall-aðstoð til 1976 á Íslandi því við vorum bara vanþróað ríki. Svo urðum við nýring. Við urðum ekki bara nýring á stríðinu. Svo urðum við nýring. Veist, 80s. Og þá byrjar þetta höfrungarhlaup allt saman að eignast alla hluti. Kvótakerfið er arfleiður þessu. Og einhvers staðar nennum við ekki að spá í þetta. Því feitari sem við verðum, því minna nennum við að spá í þetta. Og því feitari sem við verðum, þá nennum við ekki að spá í það. Og þeir sem hafa ekki fengið að vera menn í feitubollu keppni, og ekki að ná endur saman, þeir hafa ekki úthaldið, vegna þess að allt powerið þeirra fer í það að reyna einhvern veginn í anskotanum að komast að, milli mánaðamóta. Og það er bara, sko, þetta er nú gömul og þekkt, þetta er náttúrulega þekkt úr sögunni, sko. Keep them poor, but not too poor. Haldið fátækum, en ekki hafið ofátæk. Sko, hafið það þeim stað það svona ef allt komið orðið mjög erfitt, eða orðið mikil óánægja, þá grítur smá dúsum, svona, gefur svona kökur, bara sykurkökur eins og hún vildi gera drottningin í Fraklandi. Akkur fæðu þessi ekki bara kökur. Og þetta held ég að sé líka, þetta er viðvarandi. Það er ekki breyst, þetta er viðvarandi. Það er fullt af Íslendingur sem hafa mjög góða. Sko, raunveruleikinn er sá að það eru gerað margar rannsóknir á svona félagslegum atferli fólks. Númer 1. Fyrsti hringurinn minn er fjölskylda mín. Svo er það garðurinn minn. Svo er það vinnan mín. Svo er það bæjarfélagi sem ég bý í. Og eftir þess að fyrir lengra ég til hringina, því minni áhuga hefur á því. Af því þú ert á safe zone. Af því mannskepnan tikkar alltaf á ótt. Þetta er aðal tækið okkar, er ótti. Og svo er klátt fólk að núti sem elur á ótta. Mannkynssagan er rauðið þráðinu gegnum mannkynsöguna, er þetta. Og við erum ennþá að þessu bá. Og þetta er voða lítið að breytast, svo að þetta segja. Og sáralítið. Og eina sem við höfum lært af mannkynsögunni er það að við lærðum ekkert af mannkynsögunni. Já, mikið rétt. Það er einhvern veginn, að því við endurtökum bullið aftur. Og það skiptir engu máli hversu mikil upplýsing verður, meiri tækni, meira þetta, meira hitt, sem gerir það verkum að við ættum að hafa það betra og allir ætti að hafa það betra og það ætti allir að vera í rauninni lausir við þessa kvöð. Það gerist ekki. Og ég bara... Ég næs ekki. Nei, ég er að baklast með þetta. Og við erum með samfélagsmiðla sem þú getur slegið inn bara leitarorð og bara setti inn í allt ullabjakkið eða hvað sem hún vil. En mér skilst að á eftir porn að þá kom í kettir. Mestu leitaskilirði. Þannig fólk meira á köttum heldur en heimurinn að farast. Það er allir gott. Þetta er svo galið. Ég fullir yfir köttum sem eru endislegir, sko. Hérna einhver stór.
Ég er mikill katta á hundavinnu, þannig að þetta bara, ég skil þetta mörguliti en ég veit alveg hvað tala En hvernig svona tilfinningin því tíminn okkar svolítið að brenna út? Já. Hvernig tilfinningin svona að skilja þetta eftir handa börnunum og barnabörnunum? Ertu bjartsýnn? Nei, ég hef ekki sagt það, beint sko. Nei? Nei, ég hef nú reyndar svona nettur bjartsýnispúki í mér sko, mér finnst gott að nota bjartsýnina, ég meina það er gott að rífa sig upp og segja þetta, já, við erum að bara gera eitthvað í þessu, þetta, ég verður að treysta því að börnin mín séu vitrari heldur en ég eða við sem erum að arfleifa þau að þessum ósköpum. En þá segir maður bara í leiðinni, af hverju skyldi það vera? Þurfum við kannski að komast á þann stað að sko COVID-hræðslan taki yfir? Það er að segja að einn góðan við þetta þá bara komum við út í yfirlýsing og segja, heyrðu, nú er bara stutt í það að við getum alla anda. Eða nú er stutt í það að það bara sé bara alltaf brennu. Já, og verður að þá sem að fólk tekur höndum saman öxl í öxl. Því að á þeim tímapunkti náttúrulega verða þeir sem eiga allar peningin og eru með powerið, þá verða þeir undirseldin ákvæmlega sama hlutnum. Sko. Suma hluti getur ekki keypt frá. Sko. Þú getur ekki keypt frá dauðanum. Hugsaðu hvað verður rosalega margir ríkir lifandi svona 1000 ára aldurinn í dag ef þeir getur keypt sér frá dauðanum. Það er bara ekki tækt, skilur. Nei. Og það kemur kannski að þeim tímapunkti að heimsbyggðin eða heimurinn eða þessi fólksmergð segir ok, nú erum við komið þarna, nú hættum við þessu rugli, við hættum að eyða skrilljörðum á skriljarða ofan í vopnaframleiðslu, við skulum leggja allt púðrið okkar í að reyna að menda þessa blessuðu fallegu litlu stjörnu sem núna er allt í norðin pínandi gul og hætti að vera blá og er jafnvel orðin svolítið brún sumstaðar og er svolítið logandi sumstaðar og þar sem að fólk er kannski að deyja í svona kannski 20-30.000 manna pakk á dag út af hungri og vorspúð og því að geta valla sko andað. Það getur vel verið að þetta verði staðan. Ég vona að krakkarnir mínir þurfi ekki að upplifa þetta helvíti. Segir alveg svo. Og þetta er kannski svartagatsraus, ég veit ekki, ég held ekki. En ég var að hlusta á loftslagsdaginn í beinu streymi í Hörpu, þar sem að koma allir vísindamenn Íslands og erlendir og að tala stöðuna. Já, ég misti þessu. Og það sem mér fannst skeri við að hlusta á þetta. Ég hugsaði oft til Gretu og sagði, af hverju þetta vísindafólk okkar sem veit alveg hvernig staðan er. Það veit hvert stefnir og það skuli setja þetta í svona málbúning, svona þægilegt, svona fucking húsið brennur og ræðum þetta málefnilega. Þegar vættir raunverulega öll að vera öskrandi og hlaupandi í hringi og segja, gerum eitthvað í þessu. Við ættum að vera gargandi sko lungun úr okkur. Í raun og veru. Í alvöru, vættum að gera, en við gerum það ekki. Þannig að mannkynsagan endtekur sig. Komfortzónið okkar, það er ekki, kannski erum við bara í of miklu svona komfortzóni sem er í rauninni kannski hálfliti, hálfgerð blekking sko. Það gerist ekkert svona vont á morgun eða hinn. Nei. Ég kemst í veiði næstu helgi og það var namæli eftir 3 ár og svona, sko. Franka minn að fermast Hvítasvönnina. Já, og svo er komið nýjan rafmagnsbíl frá, skilur? Og ég flokkar rusl. Og mér sé dröðveldi duglega við það, sko. Ok, kannski byrjar þetta allt með helvítis kókdollunni sem ég tók upp upp í Hóla í gær. Getur vel verið. Kannski byrjar þetta á því að við förum að taka til í okkar eigin ranni, kannski, það leiði kannski af sér og við förum að hugsa betur og hugsa meira en þá sem hafa minna heldur en við. Vegna þess að ég ætla að endurtaka enn og aftur til þess að bjarga söllu, ef ég fengi að ráða einhverju. Ef ég væri með svona vond, ef ég væri með svona töfraspota, þá myndi ég búa til svona töfralausn sem bara fælist bara í því að skipting gæðanna sem að móður jörð
þýttmenn færir okkur á hverjum einasta degi og hefur gert alla mannkynssöguna fyrir skipti aft milli okkar. Nákvæmlega. Þá held ég við þurfum bara automatist myndum við segja, hei, við þurfum ekkert skriðdrekan á orðstofnum, við þurfum ekkert girðu. En þá komum við aftur að girðingunum við nábúan, sko. Þetta mitt svæði. Já, það egóið okkar, þvælist fyrir okkur. Já, ég veit það, en ég á meiri peningi þú, Pálmi, þannig að ég aðeins, sko, við gerum svona, við mælum hvort annað Já, auðvitað gerum við það. Ég veit þetta sko, þessi töfralausn sem ég að láta mig dreyma núna bara svona í skyndi, ég veit þetta algjört prump. Ég vil að þú ráður þessu, Pálmi, og reddir þessu. Þetta algjört prump og þetta komin blekking, en ég ætla samt að halda með því hana vegna þess að ég held að það sé einhver smá sannleikur í þessu. Hún felst í því meðan við erum að berjast fyrir því að reyna að laga til eftir okkur helvítis sóðaskapin og drulluna sem við erum búin að ata hérna þessa fallegu jörð okkar. Þá áttum við okkur ekki á hvaða í grunninn sem gerir það verkum við getum ekki náð samtengingu að gera eitthvað í þessu. Ég vil einfalda það niður í það að þetta skortur á samkennd. Já, það náttúrulega alveg bara, já, það er alveg rétt. Og narsistísk hugsun, what's in it for me, að það svona hættulegust orðin í þessu. En Pálmi, þetta önnur hliðaður. Þú ert bara rebell og kannski bara sósíaldemókrati, hvað veit maður? Ég veit ekki hvað ég er. Ég veit að bara ég tek upp kókdollu á Árbakka og ég tek upp sígarettustubba sem ég sé og ég veit að þegar ég fyrir veiðitúrin minn þá eitt af það fyrsta sem ég set onni veiðitöskuna mína, það poki undir rusl. Góður. Vegna þess að ég get ekki staðið og röflanda Árbakkanum yfir Jónasi ídiotinu sem var að veiða þarna daginn áður og krumpaði bjórdólsina saman og fleiðinni frá sig. Ég get ekki verið að eyða tímanum í það, en ég hef nógan tíma til þess að taka ruslið. Góður. Taka með heim og henda einhvers staðar sem það við hendaði. Nákvæmlega. Og þetta byrjar allt hérna heima, sko. Ég held það nú, svolítið. Ég held það. Já. Þess vegna verðum góðið hvort annað. Pálmi, gaman að kynnast þessari hliðaðir. Takk fyrir. Við þekkjum öll bassasólóin, en við höldum áfram að heyra þau í náinni framtíð. Já. Eða ekki? Jú. Brjálæði að gera. Rétt að byrja. Já. En svona, ég verð að tala Eurovision. Já. Við þarf að bresta á. Við vonandi ná að synda fyrir Eurovision. Já. Erum við ekki að skýta upp á bak í ár? Í ár. Tókum við klísjuna alveg til kjálfans? Ég veit ekki alveg, en ég nefnilega, nú kemur hérna þetta... Keppnisandinn? Já, nú kemur þetta samheiðardæmi. Ég líti á þetta bara sem, við erum bara skemmt okkur svolítið. Já, en keppnisandinn, vinna, vera bestir og eiga skilið alltaf besta. Það var aftur konin í umræðinu sem vorum í. Mér finnst þetta ekki skemmtileg hugsun. Þessi stelpa, hún er þetta flott stelpa, æðisleg og hún er alveg geggjuð söngkona og rosalega flott söngkona. Ég er búin að heyra hana syngja fyrir utan þetta, hún er alveg bara ótrúlega talent. Geislar af henni og hvort hún endar fyrir upp úr riðlinum eða þinga eða þangað, eftir stendur bara að hún verður okkur til sóma. Það skiptir öllu máli. Við látum þetta vera enda orðin á því að þetta bara í anda ungmennafélagana. Þetta ekki spurning að vinna, heldur taka þá. Yes! Pálmi, mikið rosalega gaman að sitja hérna. Og þið sem heima sitið, eða hvar sem þið sitið, fylgist með okkur í næstu viku og kemur inn annar þáttur af Kaldabotnin. Takk.